Já, góða kvöldið og velkomin í núna. Núna. Þeir eru núna velkomin í núna. Núna. Herðu, transparency. Algjörlega böstaðir. Gaurandi böstaðir hérna bara með það sama. Hefur kannski séð það meira undir þessum merkjum Facebookar-brókarinnar. Finnst þér spillingin góð? Ekki. Hjálpa okkur að berjast gegn henni. Transparency, vertu með. Og við ætlum að segja ríkisstjórninni fyrir verkum, sko. Já, byrju fyrir ekki, þið sjáu ekki neitt hérna. Byrju nú, það var eitthvað mistökja mér. Hérna, nú sjáu þið. Það þessir hérna, transparency. Finnst þér spillingin góð? Hjálpa okkur að berjast. NGO. Ok, og þessir gaurar, þetta lið, bara mætt hérna upp á dekk og að segja bara Íslendingu fyrir verkum. Við viljum bara fá alla, uppljóstara, félagsamtök, breiðfylking, almennings og wow, þetta nú svolítið mikið, sko. Ég fór bara að pæla herðbyttu, hver þetta? Hver þessi Transparency International Iceland? Hverjir skildi þetta nú vera? Stjórn félagsins, já, byttu nú við. Þessi hérna Guðrún litla, við munum nú eftir henni í hruninu. Þessi gekk nú erinda Alþjóða gjaldeyrisjóðsins. Það sem að hún var náttúrulega vinnukona. Hún var að vinna hjá Alþjóða gjaldeyrisjóðnum. Og hún fellur þá undir þennan hérna EX status immunities and privileges, sem að Seðlabanki Íslands hefur umfram all önnur einkafyrirtæki. Seðlabankin einkafyrirtæki og skráður hér sem einhver konar K1 ríkisstofnun. Ekki eins og þeim ríkisútvarpið sem að hérna, sem OHF, D4, OHF. Seðlabankin eitthvað bara ríkisstofnun. Og ég var að senda skattinum beiðni að fá sem sagt að fá réttmæta eigendur, raunverulegur eigendur. Ég var að biðja það. Og hérna bara eitthvað mætt svona fullt af liði sem bara segja okkur fyrir verkum. Að litla fyrirtækið Samherji sé bara vondukallinir, sko. Og við erum að passa okkur á því. Og ég tók strax eftir því að Guðrún var ekki með fullt CV. Og ég var að leita hvort það væri þá linkur á síðuna hennar sem var ekki og ég sendi honum hérna framkvæmdastjórunum þeirra, ég sendi bréf bara á transparency.is og þar svaraði mjög áhugaverður gaur sem við þekkjum úr áróður starfsemi. Ég var við honum áður, það sem hérna Atla Þór Fandal. Hann og það útskýrist meira seinna akkur ég að segja það. Og ég sendi hann og sagði, akkur talar hún ekkert hérna í þessu transparency, það sem alltaf svo transparent, akkur segir hún ekki frá því að hún hafi verið í Rand Corporation. Og þá sem, það stendur á hennar eigin heimasíðu. Já, ok, ég veit, ok, og svo þá fór ég að skoða hana og það rétt, að hún var á Rand Corporation. Og þið sjáu að hún bara kemur úr þessari bankagrensum, hún hefur verið í þessu skattaskjóli í IMF og Alþjóða gjaldeyrisjóðurinn heitir það hér. Og hún semst að koma úr bankageiranum þessi. Og síðan hérna, þessi nú svolítið svona taka við póstunum greinilega og fleira slíkt. Og svo hérna önnur sem hefur unnið í alþjóðastofnunum, mannréttindum og hjá alþjóða gerðardómnum, eða alþjóða dómstólnum sem eru Sameinuðu þjóðirnar, sko. Hérna kemur einn frá EFTA og þessi hefur unnið í sem sagt utanríkisráðuneytinu og hann hefur unnið í Sierra Leone og svo var hann að vinna í hann var að vinna í Namibíu, sko. Þannig
fyrir ekki að mér að lesa þetta bara svona rætt, hann var semst í friðargæslu Sameinuðu þjóðanna sem voru dæmdi fyrir kynferðisofbeldi á þessu svæði. Og þá vitum við hvernig hóp hann að vinna með. Það byrjuð það fyrir ekki að ég að ruglast á þeim hérna. Þess í Evrópu þess Evrópu tengdur og hann að vinna í þróunarstofnun Íslands, þar á meðal í Namibíu. Þannig að hann með bein tengsl í málinu. Af því að Samherji fór að fiska í samhengi við þessa þróunarsamvinnu og þessi gaur hérna sem að gagnrýna núna innvinglaður í það og í stjórn þessa félags. Og hérna, já, ég nenni ekki að tala með einhverjum, ég gerði heilt vídeo mann í bankarunni, hún þekkt sko. En ef við skoðum hérna móðursamtökin, Transparency International, og við sjáum hver stendur á bak við það, þá hérna 58,6% bara ríkisstofnanir og þetta mest leyniþjónustu. Ef þú lest á milli línanna í þessum agencyum, þá það sem þeir fela leyniþjónustuna og svona síðan bara stofnanir sko, multilateral stofnanir, sjáum það hérna og það þá Evrópu, eitthvað Commission, Evrópubankin og Sameinuðu kræm, eitthvað svoleiðis. Sameinuðu þjóðirnar, Evrópubankin og ríkisstofnanir af þessum sæjónista löndum sko. Og ef við tökum saman þessar tölur hjá móðurfélaginu 58,64 pluss 23,58 þá þetta 82,22% fjármagnað af bönkum og ríkisstofnunum. Þannig að þetta eiginlega svona anglosagneska stjórnkerfið sko, sem að setti Ísland á hausinn bara að ganni sínu sko. Og stæðstu hryðjuverkasamtök veraldar sko. Og svo þurfti náttúrulega ekki að leita lengi, þá við fundum þessa hérna, Open Society Institute og annað Open Society. Og það 1, 2, 3, 4 Open Society styrkir sko, þetta þeir sem að styrkja. Og síðan hérna þekktar, ég talaði þessar stofnanir áður, þetta sérstaklega þessi hérna, þetta CIA, leyniþjónustustofnanir mikið. Og þeir munu alltaf aldrei komast að því að leyniþjónusta. Og þetta lið bara núna út allt að segja okkur fyrir verkum. Það bara að segja, já, þið að gera þetta og hitt og gefið okkur peninga, þeir alltaf að biðja peninga, sko. Og þá fór ég hérna í gögnin hjá þeim og ég var að leita, byrju, kennitalan, hvað hún, ég fann ekkert kennitölu. Hérna segja bara, vertu með, styrktu samtökin með framlagi, byrju, það stendur ekkert hérna. Ég skal bara sýna ykkur hvernig þetta hók, sko, sem bara svona Harlem síða, sko. En maður verður náttúrulega að hafa eitthvað smá standard sko. Og þá sjáum við hérna þökkum mikilvæga stuðning, svo hérna banki, hérna kennitalan og allt gefið upp bara og allt transparent. Þannig að Hoax nú þegar orðið meira transparent en þeir. Hérna ekkert bara minnst á þetta. Og hérna og ég var að reyna að leita hérna eitthvað, hvað heitir það, ég fann þetta ekki svona fljótu bragði. Framkvæmdastjóri Atli Þór, sem áróðurs NGO í boði evrópsku, virðist vera mest evrópsku Open Society, hann að vinna fyrir Open Society og ég hef sendt fyrirspurn, sko, ég sendi fyrst fyrirspurn og spurði hvað hérna sjá hvað ég geti opnað. Byrju nóið. Sýningur bara postinn frá honum, hann hérna ágætur, hann hérna verður fljótur að svara tilnefningu, hann rosa fljótur að svara, ég þakka honum fyrir það.
En þá spyr ég Rand og þá segir hann bara, já, Guðrún bara heldur utan á sín störfuvefni og gera það sem henni sýnist. Ok, allt í lagi með það. En af hverju birtur hún ekki allt þá? Er það ekki transparent að birta allt? Og svo spyr ég, nú virðast móðursamtök vera mestu fjármagnar ríkisstofnunum sem ég kannast við sem leyniþjónustur undir smá felulitum. Ertu til í að gera betur grein fyrir tengslum við ykkur? Landsdeildir transparency fjármagnar sig sjálfar og fá ekki fé frá aðalstöðum. Aðalstöðunar eru Þýskalandi auk landsdeilda sem sjálfstæð. Og svo spyr ég hérna, svo Evrópusamtök og Alþjóðabankar næststærstir 23,58. Hvernig eru tengsl félagsins við þá? Íslandsdeild hefur ekki hlotið styrki frá þessum aðalum. Upplýsingar fjármögnun aðalstöða eru opinberar, já það er rétt, ég var að lesa það. Íslandsdeild hefur ekki fengið styrki frá þessum aðalum. Ok. Landsdeildir eru sjálfstæðar og eiga sinna málum heimalandsins. Bauður í að koma hér núna, tala þetta. Nei, þakka gott og allir spurningum hefur verið svarað. Og þeir eru nefnilega gagnrýna fólk fyrir að vilja ekki koma í viðtöl, sko. En þeir sjálfur ekkert að því að koma neitt í viðtöl, sko. Það er ekki sömu mikið hjá þessu fólki, það er ekki sömu reglur fyrir þig og þau, sko. Þannig að það hefur ekkert breyst. Þannig ég hélt áfram. Þetta er svo transparent hjá okkur, þannig ég spurði meira. Og hérna, byrjum við. Ég spurði sem sagt meira. Ég spurði, ekki eðlilegt allt komið fram þegar þú vart að gera CV á svona síðu, sko. Sem að gagnrýna aðra fyrir að gefa ekki upp allar upplýsingar, þá hlýtur það eðlilegt að allt komið fram á síðunni. Síðan spyr ég við þessari spurningin að hafa stjórnarmenn, forráðamenn, félagsdeildar Íslands, TI fengið fé, verkefni, peningar, lán, afskrifulán eða verðmæti á einhverju formi frá þessum aðilum. Ef já, hvar, hvenær og hvað mikið. Hver, hvar, hvenær og hvað mikið. Og ég setti þá spurningu bara við allt. Og hérna, já, þannig að ég býð eftir svar við þessu, en reyndar ekki búin að svara þessu, þetta er góðulega með það, ég senda fyrir ykkur hálftíma kannski. Og hérna, þannig að eftir að hann sendi mig kennitöluna á það, þá fann ég nú, ég er að rannsaka hérna RÚV og það, hérna. Samtökin heita nefnilega gagnsæi samtök, gagnsæi.samtök gegn spillingu. Og í aðalfundagerðinu þeirra er talað að þeir ætla að breyta nafninu. En það hefur ekki gerst. Þetta heitir, af því ég fór og leitaði bara að IT Transparency, eins og þeir kynna sig bara hérna alls staðar, sjáðu. Hérna kynna sig Transparency International Iceland, ég pröfði að slá það inn, hérna hjá RSK-inum, hérna kom ekki neitt. Ég var bara, já, býtum við, ok, kannski ef ég leitað á eftir hérna, og ég leitaði eftir TI Ísland, leitaði eftir alls konar nöfnum, að ég fann ekki svona fljótu bragði hver þetta er. Og non-government organization, það eru í raun leyniþjónustur ríkisstjórna sem eru NGOs. Og hérna, þannig að þeir eru algjörlega busted þessir og ég persónulega stend með íslenska fyrirtækinu. Ef ég á að velja á milli þessara hérna sem eru bara, oh my god, sko. Þýsk stjórnvöld, Írland, þetta er allt saman erlendu sem foreign affairs deildinar. Og alltaf þú sér foreign affairs þá eru svona, já, eða development and cooperation, þarna eru allar leyniþjónusturnar, sko. Það fara fram undir svona, þetta eru svona, ef þú ert aðeins búin að vera í þessum bransa, þá veist að þetta eru leyniþjónusturnar eru í þessum stofnunum, sko. Og
og svo eru bankarnir líka, sem sagt IMF-ið og allt það, eru hérna á kafi líka. Og ef að þið kíkið á, sko, það sem að, já, bara, þið lesið hérna póstin, þessi hálfvín ennið ekki, lesa fyrir ykkur. En þessi hérna sem sagt náttúrulega, þau eru saman, sko. Og þetta Transparency International gæti bara verið alveg Seðlabankinn, eins og þeir kalla það innan gæsalappa, skæruliðadeild Seðlabankans. Þannig að Íslandsdeild Transparency International samkvæmt sama orðaleik skæruliðadeild Seðlabankans. Og já, ég spurði Fannar líka, að það er hérna í samþyktan hjá þeim, sko, að þá er hérna samþyktir þá er talað hérna heiðursfélaga, sko. Ég spurði hann hvort ég fengi ekki að vera heiðursfélagi. Og það er einstaklega sem hafa barist gegn spillingu í samfélaginu. Það hef ég nú heldur betur gert frá því 2013. Og gegn þessu fólki sem er hér í stjórn, sko, sem er eitt spiltasta lið Íslands, sko, ever. Vinnandi fyrir spiltustu stofnanir veraldar, sko. Og þetta er liðið sem að hélt Íslendingum kverkataki meðan þeir voru gerðir eignarlausir í hruninu. En heyrðu, núna á að vera stutt, þannig að þetta er búið núna. Og hérna dreifið öll og þetta núna fara þessi vídeo alltaf í hoax.is post. Þetta heita póstar, þetta heita ekki fréttir eða blogga, þetta eru póstar sem falla á undir Póst- og fjarskiptastofnun væntanlega. En munið að styrkja hérna niðri eða á síðunni eða hvar sem þið eruð og alltaf velkomin tilbaka og verið sæl.